En þá að vinnuslysum sem kosta samfélagið 30 til 40 milljarða króna á ári. En þótt vakning hafi orðið í þessum málum á síðustu árum má enn gera betur. Við kynntum okkur málið. Vélsmiðjan Hamar var stofnuð fyrir 13 árum, byrjaði í bílskúr og voru verkefnin aðalega lítil. Mikið vatn hefur þó runnið til sjávar á þessum tíma, en hjá fyrirtækinu starfa í dag yfir 100 manns, verkstæðin eru 5 og eru verkefnin margvísleg. Slys og óhöpp var svona hluti af almennu starfi, en í dag það ekki og við lítum á slys og óhöpp í raun og eru algjörlega óeðlilegir hlutir í okkar starfsemi og við höfum gert það með því að byggja upp mjög stífar öryggiskröfur. Allir starfsmenn þurfa að læra öryggismál, þeir eru prófaðir, og þetta hefur skilað sér í betra skipulagi, í verkefnum og öllum sviðum. Í dag eru allir starfsmenn sáttir við að fara í gegnum strangt öryggisferli, en það var þó ekki alltaf þannig, en fyrirtækið þurfti utanaðkomandi ráðgjafa sem sagði: Það líklega væri sniðusta leiðin að finna erfiðasta starfsmennin í fyrirtækinu sem alls ekki vildi nota öryggismál og annað slíkt. Og við gerðum það, spottum hann uppi og hann situr í dag í einni valdamestu stöðu í öryggisráði fyrirtækisins og eftir að við fengum hann með okkur í lið þá alveg gjörbreyttist á einni nóttu hluti sem við vorum búin að berjast við í 2 ár. Og Kári strangur þegar kemur að þessu málum. Enginn skuli farin á vinnusvæði án þess að vera með hjálm og gleraugu. Já, við stöndum akkurat hérna á svæði sem ekki hjálmaskylda á. En ef þú lítur í kringu, hér verið að vinna, en þrátt fyrir það eru menn með gleraugu og hjálma og þeir hafa vökul augu með þér og ef þú myndir reyna að labba hérna inn á gólf þá ég hræddur að þú eru stoppaður á fyrstu metrum. Það eru ca. 7.000 til 8.000 slys sem verða hverju ári hérna á Íslandi, þar sem eitthvað þarf svona læknismeðferð og það nú ansi margir starfsmenn. Heldur að fyrirtæki og stjórnendur fyrirtæki séu nógu duglegir að fara rétt að þegar kemur að öryggismálum? Það engin spurning það er mikil vakning á þessu sviði. Já, mikil vakning en betur má ef duga skal. Miðað við svona erlendar rannsóknir þá talað að þetta kostnaður vegna vinnuslysa sé ca. 3–4% af landsframleiðslu og það eru bara ca. 30 til 40 milljarðar sem það þarf að greiða á Íslandi vegna vinnuslysa. Sko, öryggismál eru ekki dýr, þau eru algjörlega ómetanleg. Þau eru algjörlega ómetanleg fyrir okkar starfsmenn að við getum nokkuð örugglega sagt við starfsmenn og fjölskyldunar að við ætlum okkur að skila fólki heilu heim. Forvarnaráðstefna VÍS verður haldin í höfuðstöðum fyrirtækisins klukkan 13 á fimmtudag og eru stjórnendur sem hafa með öryggismál að gera hvattir til að mæta á ráðstefnuna.